Þjóðernishyggja er að vilja halda þjóðinni svolítið sér, að vilja passa upp á það sem að tilheyrir viðkomandi þjóð. Á 19. öld var krafa að hver einasti hópur sem talaði sama tungumál og hafði sömu siði og sameiginlega sögu ætti rétt á að stjórna sér sjálfur í eigin þjóðríki. Á þeim landsvæðum sem áttu eftir að verða til dæmis Þýskaland þróaðist stefna sem var kölluð þjóðernisrómantík. Hún snerist að vilja draga fram allt það sem þýsk menning ætti ein og sér. Safnað var þýskum ævintýrum, sögum og þjóðlögum og sagnfræðingar einbeittu sér að því að segja frá atburðum í fortíðinni sem fólk gæti verið stolt af. Þjóðernishyggja er ekkert endilega röng, en þegar fólki farið að taka hann of langt, eins og gerðist í Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni, þá erum við komin út í tóma vitleysu.